Jóna Guðrún, góðan daginn. Ragnhildur Haralds, góðan daginn. Bjarni Sveins, góðan daginn. Bjarni Margrét, góðan daginn. Denni Bergmann, góðan daginn. Anna Bentína, góðan daginn. Hjördís Sóley, góðan daginn. Jæja, þá er klukkan 6:30, þessum drottins degi. Hér erum við saman komin í heilrætt með Guðna, vaka saman, virkja saman, anda saman, vera saman, njóta umfram allt, hér og nú. Og við byrjum að ligna eftir augunum og komin í vitund holdsins. Finna hvernig líkaminn snertir jörðina og jörðin líkamann. Finna fyrir orku og stuðning jarðarinnar, krafti og visku. Við veljum að vera hér núna í þessu augnabliki, vakandi vitund, velsæld og kyrrð, og við njótum og þiggjum, finnum. Við skiljum að allt sem við erum og höfum, allt sem við verðum jörð, og við vottum móðurinni jörðinni og líkamannum jörðinni, þakklæti okkar og virðingu. Við veitum athyglinni athygli, athyglin sem óháður kærleikur, skilyrðislaus ást, vakandi vitund. Við veitum athygli hugsunum okkar og skoðunum. Við skiljum að hugsanir okkar og viðhorf hafa ekkert vægi eða gildi nema við veitum það, og þegar við vitum að við erum ekki hugsanir eða skoðanir, þá höfum við vaknað til vitundar að við erum sál, orka, kærleikur, óháð athygli, og að allt sem við beinum athyglinni að vex og dafnar, líkt og sólin sem nærir bæði fegurstu blóm ásamt illgresi. Við veljum að verja okkar athygli einungis í farveg blessunar og þakklætis. Við veitum athygli ásetningi í okkar, markmiðum og tilgangi. Ásetningurinn verður að markmiðum þegar við tímasetjum og heitbindum okkur, og markmiðin eru mælanleg, nákvæm og trúverðug. Þau gerast í augnablikinu, ekki á áfangastað, og við njótum ferðalagsins, þó svo við veitum niðurstöður athygli. Við veitum athygli tilgangi okkar. Tilgangurinn kjölfesta hamingjunar, forsenda innblástus og ástríðu, og við berum fulla ábyrgð á tilgangi okkar, eða tilgangsleysi. Við leyfum undir meðvitund okkar að vinna í því hver tilgangurinn eða staðfestum þann tilgang sem nú þegar. Við veitum athygli andardrættinum, veitum því eftirtekt þegar súrefnið snertir nasavængina á leið sinni inn í líkamann. Við öndum að okkur kærleik og frá okkur þakklæti. Umfang öndunar umfang lífsins, og með því að anda djúpt ofan í kviðarholið erum við að efla starfsemi sogæðakerfisins. Sogæðakerfið holræsakerfi líkamans, og þannig losa líkaminn sig við úrgangsefni. Á sömu stund erum við að færa lífafl og súrefnin í tilvist okkar, en þetta eru meginforsendur orkumyndunar í líkamann. Við förum síðan í könnun líkamanns og yfirferð. Tilgangurinn með æfingunni að efla líkamsvitund, tjáskipti og skynjun innan líkamanns, ásamt því að þjálfa það sem við nefnum óháða athygli eða íhugun. Þegar ég nefni líkamshlutana, þá færum við athyglina frá einum vöðvahópi yfir á annan,
án þess þó að ætla að breyta einhverju, aðeins að upplifa og skynja, veita athygli. Við byrjum á hægri rassvöðva, flytjum athyglina niður aftanáliggjandi lærvöðva, gegnum hné, kálfa, ökkla, hæl, yl, tærnar, ristina, sköflung, hné, fjórhöfða og mjöðm. Vinstri mjöðm, rassvöðva, aftanáliggjandi lærvöðva í gegnum hné, kálfa, ökkla, hæl, yl, tærnar, ristina, sköflung, hné, fjórhöfða og mjöðm. Mjaðmagrindin og vöðvarnir djúpt innan mjaðmagrindarinnar. Vöðvarnir sem við notum til að halda aftur af okkur með og til hægða. Flytjum athyglinni upp í neðra bakið og eltum hryggjarvöðvana upp með hryggjarsúlunni, upp í miðbak, efra bak og alla leið upp í herðar. Komum niður hægri axlarvöðvan í axlarkrónuna, þríhöfða, olnboga, framhandlegg, úlnlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlarkrónu og axlarvöðvan, vinstri axlarvöðva, axlarkrónu, þríhöfða, olnboga, framhandlegg, úlnlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlarkrónu og axlarvöðvan, hálsvöðvana aftanverða og upp í hnakkann, hvirfil, enni, andlit. Komum niður hálsvöðvana framanverða inn í bringuna, brjóst, holið inn í rými hjartans og lungnana, hjartað sem slær af hamingju og lungun sem þenjast af gleði og við veitum meira rými fyrir hamingju og gleði í líf okkar. Opnum hjartað og finnum fyrir frið og þakklæti. Flytjum athyglina í kvið vöðvana og eltum kvið vöðvana niður fyrir nafla, inn í miðju og kjarna líkamanns og þar höldum við athyglinni á meðan að við iðkum, slow motion heilrækt. Og við komin í fulla vitund holdsins og við höfum undirbúið okkur fyrir eldöndun. Drögum naflann inn að hrygg leið og við klemmum líka gönnina og svo öndum við að okkur, það er að segja fráöndunni aktív en aðöndunni passív. Tæma alveg, draga gönnina saman, grindabotninn og þindina og þrýsta upp. Þrýsta þessari grunnorku upp hrygginn.
nakka og hvirfil fram í enni, halda. Og sleppa alveg, finna áhrifin, finna upplifunina sem á sér stað. Blásum í glæður okkar tilvistar og muna umfang öndunar umfang lífsins. Kúnstinn að vera í vitund andans. Og koma á fætur. Á einari blinda, standa í vinstri fót, lyfta hægri, ligna aftur augunum og finna jafnvægi sitt. Og víxla þessu, koma upp á hægri, lyfta vinstri, veita athygli. Og glæsilegt, veita athygli, skynja, iljar og ristar, tær, jótar festurnar okkar, aðskilja fótleggina og koma í hestastöðuna, aðeins að síga í þetta og finna, veita athygli, við stöndum sem mest við eigum á hælum og búkurinn beinn og þunginn kemur af búknum aftan á lærin og upp í rassvöðvan. Og því búin að staðsetja mig, þá ætla ég að lyfta, fráöndun því ég lyfti og aðöndun því ég síg. Og ég að klemma saman rasskinnarnar og gönnina. Og standa í þessu aðeins, setjast í þetta, veita athygli, öflug æfing. Þó að fara ekki mikið fyrir henni, gríðarlega mikilvægt að við höldum okkur við að styrkja fótleggi, undirstöður okkar tilvistar, ræturnar eru fæturnar og fótleggirnir eru stoðir, stofnar okkar tilvistar. Og þetta eru stærstu vöðvaheildir líkamans og það er súrefnishæfni í fyrirrúmi. Og glæslegt komið upp. Þá er það Eyrún frænka. Sækjum við vinstri snepil, hægri snepil segir með vinstri hönd og svo hægri yfir og síga. Koma djúpt inn í þetta og svo anda frá sér upp. Og setjast á hækju sér, nudda eyrun vel, taka vel á eyrunum. Alveg niður í snepla. Setjast í þetta og veita athygli. Olnbogarnir á milli njá og hendurnar saman og ætla að lyfta bringu og anda að mér og halda þrýsta hnjánum í sundur.
og sleppa. Og þegar ég geri þessa æfingu, þá dreg ég bringuna upp og rétti úr hryggnum. Og 2 í viðbót. Síga í þetta. Og síðasta. Glæsilegt. Aðeins að nutta hérna út í liði. Hægri til vinstri. Anda vel inn í þetta. Og síðan sveifla hérna, sveigja. Ég sveigi hægri hér fram á hægri olnbog og íti svo vinstri olnbog út og innan á lærið. Og svo víxla þessu. Vinda búkinn inn í náran og glæsilegt stoppa. Því aðeins að teygja hérna fingurna fram, opna bakið, síga í þetta og koma svo með hnúana hérna við hæla og setjast á þríhöfðan. Þannig að ég sit bókstaflega á handleggjónum og dreg svo bringuna fram til að opna bæði nára og neðra bak. Allur þungin eins og kostur á handleggjónum og glæsileg. Fingurnar hérna örlítið fyrir aftan, setjast í þetta, draga bringuna upp og svo koma upp. Tærnar hvora annarri, stöndum svona í cirka 25 cm fjarlægð og anda með opnu munni, sleppa. Veita athygli. Fingurgómarnir í gólfið, við erum samt með allan þungan á fótunum. En samt snertu við og sleppa og glæsilega og svo stafla, koma tilbaka. Aðeins að liðka hérna með mér, bara hringi með mjöðumunum í 10 sekúndur átt, létta á bakinu. Þessir hringir eru mjög merkilega öflugir og gagnstæða átt. Ég er að anda hálfa leið inn og hálfa leið út og svo bara standa í uppskýrunni, finna áhrifin, finna hvernig orkan flæðir og streymir okkur. Kúnstinn er að njóta uppskýrunar hér, ekki þegar eða þá, heldur hérna. Leyfa orkunni að streyma okkur og fylla hvernig einasta krók og kima. Það er kúnstinn, að þiggja. Aðeins að opna efri búkinn líka og virkja fingurna saman, upp hérna með handleggina í hring, sög hné og ég ætla að byrja á því að togast á við mig, halda. Og við byrjum í lyftibringu og dreg herðablöðin saman og niður, passa spenning í herðarnar. Og veita athygli, finna. Slaka á í þetta, leyfa þess að streyma. Og næst er það að þrýsta. Nú þrýstum við höndunum saman og höldum þannig, fylla
bringuna, lungun, draga herðablöðin saman, halda. Og sleppa. Handleggirnir koma niður með hliðum, aðeins finna áhrifin, njóta. Og hérna upp fyrir framan, beint og til að toga, lyfta bringu og sleppa. Veita athygli, taka eftir því hvað gerist þegar við sleppum. Það flæðið. Nú ætlum ég að þrýsta, lyfta bringu, herðablöðin dregin saman og niður og ég held. Og veita athygli. Ég tek það mikið á að ég skelf svolítið undan átakinu. Og þetta stutt og það nærandi, allt í lagi að taka aðeins á þessu. Og næst það hérna fyrir framan og ætla ég að toga, lyfti bringunni og svo dreg ég. Og sleppa. Veita athygli. Finna áhrifin. Allir liðir mjúkir, þar sem læsa hvorki hnjám né mjöðmum. Bakið beint. Og svo þrýsta. Veita athygli, njóta uppskjörunar. Færum hendurnar fyrir aftan bak, sama æfing. Byrjum að því að lyfta bringu, fylla og togast á við okkur. Finna orkunni streyma þegar við sleppum. Finna hitan, ylinn. Og svo ætlum við að þrýsta. Og veita athygli, sleppa alveg, finna. Njóta. Næsta æfing sem við förum í þyrlan. Staðsetjum okkur tiltölulega saman með fótleggina og handleggina hérna út. Og ég sný mér í hringi réttsælis. Fráöndun hálfan hring og aðöndun hinn helmingin en finnið þið fastan punkt á vegg svo þið hafið eitthvað viðmið. Og glæsilegt. Ligna eftir augunum og horfa upp. Skynja hvernig orkan heldur að snúast. Þó holdið sér stöðvað. Njóta. Skynja.
Og síðan ætlum við að leggjast á bakið. Og hendurnar koma niður með hliðum og veita athygli, slaka á fótleggjum. Og þó að handleggirnir liggi við hlið okkar þá erum við ekki að beita þeim mikið, heldur bara kvið, fótalyftur. Kom upp á móti með bringu. Og yljar á gólfið, veita athygli. Finna áhrifin. Fótleggirnir algjörlega slakir og mjúkir. Og í þessum æfingum erum við að forðast að beita fótafli, nota mest kviðinn. Og í næstu æfingu þá setjum við hendur undir höku til að tryggja það við séum ekki að kasta höfði fram. Drögum okkur upp með kviðvitund, fótleggirnir þungir og slakir. Og líða niður, veita athygli, finna. Og næst þetta handleggir undir nakka eða niður með hliðum, ráðið. Ég ætla að setja jakkafótana saman og draga aðskilin hné að öxlum á þess að spenna fótleggi. Þannig ég er að tína upp hryggjarliði. Stoppa í kreppunni. Fráöndun í kreppu. Passa spenning í fótleggi. Og yljar á gólfið, veita athygli. Finna áhrifin, leyfa þeim að streyma okkur. Hér og nú, uppskera. Og þess að koma upp á hén, fara í kastið. Tæknar í gólfið og búkurinn beinn. Hendurnar fyrir aftan á mjöðmum, þannig ég leggst aftur og drega mér andan. Og tæmi mig svo aðeins að missa mjaðmirnar hérna aftur. Þannig ég er alltaf að ýta mig hérna fram til þess að fá teygju álag hérna upp í mjaðmagrindina. Leggjast aftur. Og svo leggjast aðeins og ýta mjöðmunum fram, herðablöðin dregin saman.
og glæslegt. Svo ít okkur aftur, hnén saman, teygja fingurna fram. Leyfa herðablöðum að leggja svolítið saman, ennið alveg niður á gólf og koma upp. Næstu að koma fram á 4 fætur, þetta og sveigja og ég byrja því að þetta og draga bringuna fram, anda að mér og svo þrýst ég í lóana því ég sveigi bakið og anda frá mér. Aðskilja hné og ýta aftur. Aðeins að ýta mjöðmum frá hægri til vinstri, teygja fingurna fram, höfuðið niður. Þjóhnapparnir aftur á hæla, opna handakrikana, leggja herðablöðin saman. Og svo er það þríhyrningurinn, aðskilja fingur, upp á tærnar og síðan líða hérna fram, draga bringuna, anda að sér og svo og stíga nær, þrýsta hælum niður, þrýsta í úlliði, læsa njánum og draga upp úr rófbeinu spjaldhryggnum. Bringan leggst að lærum, herðablöðin saman, stíga í þetta, stíga í hæla, ýta í úlliðina. Og glæslegt. Koma niður, ýta sér aftur. Aðeins að vagga í mjöðmum, létt á bakinu. Teygja fram. Og þrýsta aftur leið. Og koma upp, setjast á skaflungana. Næst er það flugið. Koma upp á 4 fætur hérna. Staðseta sig. Ég byrjaði að lyfta vinstri og teygja út úr hægri. Og síðan hægri og lyfti þá vinstri fótlegg. Ég anda að á vinstri og frá á hægri. Stoppaðu lítið uppi.
og veita athygli aðeins að ýta hnjánum tilbaka, velta vagga út í hliðar, þessi þjóhnöpunum tilbaka, tætnar, ristarnar opnar og nú hnén saman, gefa eftir, þjóhnöpunum eftir að hæla. Herðablöðin saman. Og glæsilegt, koma upp, setjast á sköflungun aftur og undirbúa borðið, færi við fótleggina fram og setjast. Aðeins að leggjast hérna fram og mýkja baki pínlítið. Hendurnar annarkvort hérna niður á hnúana eða þá opnir lófar og kúnstin í þessari er að nýta tæknina og ýta sér fram þannig að sé ekki beint að lyfta sér allar við upp, heldur renni ég hérna með honum fram og svo lyfti ég. Og það er anda að sér núna upp og svo frá sér þegar við komum niður. Og upp, ýta mjöðmum, leggja herðablöðin saman, höfuðið aftur, borðið. Og síðan niður og leggjast fram. Aðeins að leyfa þyngdarlögmálinu að vinna á þessu. Opna bakið. Draga bringuna fram. Næst er það armbeigur. Og aðskilja fingur og þið ráðið hvort þið eru það hnjám eða tám. Kúnstin er að vera í cirka axla fjarlægð og fráöndun í lyftunni. Og ýta sér aftur og aðskilja hné, vagga aðeins í mjaðmónum, teygja fingurna fram og leggja herðablöðin saman. Og næst er það planki frá tám eða hnjám. Kúnstin hins vegar að leyfa kviðnum að vinna þetta. Kem niður á olnboga og staðsett tungan á milli tanna og olnbogana. Finn mér stöðu, finn að kviðurinn er komin í virkni og þá lyfti ég fótleggjónum á víxl.
setjast í þetta, draga bringuna eins fram, jafna þunganum á milli olnboga og tánna eða hnjáa og leyfa kviðunum að vinna. Og ýta sér tilbaka, nú hnén saman, vagga, frá hægri til vinstri með mjaðmirnar og koma upp, setjast á skaflungana. Komið hendur fyrir aftan bak, lyfta bringu, draga herðablöðin saman. Og koma fram á enni og upp á hvirfil. Hendurnar upp í loftið og herðablöðin dregin saman og tilbaka. Nú leggjum við handleggina niður, köllum þetta fósturstellingu og leyfum herðablöðunum að gliðna. Og koma upp. Og veita athygli, staldra aðeins við, sitjum á skaflungunum og ætlum fett og sveigja, draga lífbeinið upp og svo fetta. Og veita athygli, finna, setjast í þetta. Munið að pína ykkur ekki, leyfa ykkur að gera þetta á ykkar forsendum og ykkar hraða. Nú ætlum ég að setjast hérna og nú er ég með teygðar ristar, hnén eru aðskilin og ég ætla að teikna hringi með mjöðmunum eins og við gerum í flæðisæfingum. Ég dreg lífbeini hérna upp og svo fetti ég mig hérna fram. Og búkurinn fylgir, en öll hreyfingin er bara neðst í mjöðmunum og inn í náran, fetta og sveigja og svo í gagnstæða átt. Anda hálfa leið frá og hálfa leið að. Og sest hérna í þetta og leggjast aðeins aftur, hendurnar hérna upp, fyrir aftan bak, bringan opin og lyfta mjöðmunum aðeins, draga herðablöðin saman. Ýta fram í mjaðmirnar og síga. Leggst ég hérna aðeins fram og yfir hægri fótlegginn, sína varfærni, opna bakið og svo aftur hérna yfir til vinstri. Nota andardráttinn, varfærni, leyfa þyngdarlögmálinu að vinna þetta. Ýta þjónhoppunum aftur að hæl og meðan ég dreg bringuna fram og yfir. Og svo fram hérna í miðjuna. Aðeins að koma niður á olnbogann og draga bringuna fram með því ég ýti þjónhoppunum aftur. Og ég er að opna bak og mjaðmir í þessum æfingum. Og
setjast. Fótleggirnir fram og beinir, ég ætla aðeins að leggja sérna fram og yfir þetta. Veita athygli, finna að það er smá viðnám í bakinu, neðra bakinu. Koma inn í þetta viðnám, í rólegheitunum, á þess að veita því viðnám. Síga, leyfa þyngdarlögmálinu að vinna þetta. Og við erum að sleppa. Nota andardráttinn, koma inn í viðnámið, veita því athygli og sleppa. Og rúlla upp, koma með vinstri fótinn hérna ofan á lærið og leggja svo fram. Finna fyrir þessu í nárunni vinstra megin og bara í varfærni aðeins að ýta bringunni fram í þetta. Hvergi ýtt, bara hlustað, veitum athygli. Það sem að viðnámið er á hverjum tíma, það er opinberun og birting. Og nú er ég komið með ylina hérna undir læri og hnéð eins niður á gólfi eins og ég get og finn fyrir þessu hérna í mjöðminu og náranum og ég legg mig aðeins fram. Íta aðeins bara varlega, veita athygli, staldra við í viðnáminu, á þess að veita því viðnám. Og glæsilegt og svo víxla þessu. Komið með hægri og vinstra lærið og aftur leggst ég hérna aðeins fram. Veita athygli. Og ylinn undir læri, leggjast fram. Alltaf að hlusta. Kom inn í andardráttinn og inn í viðnámið og veita athygli. Búa til rými. Staldra við á mörkum munar og óþæginda og veita athygli. Engin dómur eða gagnrýni, rétt eða rangt. Bara hér og nú. Og glæsilegt og svo aftur fótleggina fram og leggjast fram, taka eftir því að nú hefur bakið aðeins gefið eftir og opnast og leggjast bara fram í rólegheitunum. Hvergi þrýst eða þvingað, bara leyfa þyngdarlögmálinu að vinna þetta, andardrátt fyrir andardrátt. Draga bringuna lítið fram og ég vil að draga þjóhnappana aftur. Og rólega tilbaka. Og nú ráðið þið hvort þið liggið áfram eða hvort þið setjist. Hvort sem þið gerið, getið það hitanum, passið að klæða eða breiða yfir. Og við sleppum bæði hug og holdi. Ef þið sitjið þá
eðlilegt að iljarnar séu á gólfið eða liggið, hafið þá samt iljar á gólfið þannig að hnén vísi upp og finna hvernig líkaminn snertir jörðina og jörðin líkamann og sleppum, finnum streymið, orkuna og leyfum okkur að njóta uppskjörunar. Næra hvern einasta krók og kima, skynja að hjartað er opið og við heyrum hjartað slá og lungun þenjast. Heyrum okkar hljóm, tón og tíðni og við spyrjum, erum við í samhljóm? Sjáum fyrir okkur sól hjartans rísa og finnum hvernig kærleiksríkir geislar sólarinnar byrja að fylla líkamann af yl og blíðu, kærleik, orku. Finnum hvernig kærleikurinn bræðir allt viðnám og hvernig streita og þreita líða úr líkamann. Og við sleppum enn frekar, slökum á, njótum og þiggjum, finnum að með hverjum andardrætti þá vex ylurinn og blíðan, kærleikurinn. Smá saman byrjar orkan að flæða ofan í kviðarholið. Kviðarholið fyllist af ljósi og kyrrð, líffærin sleppa og slaka og við njótum og þiggjum, finnum. Finnum að alla frumur kviðarhols eru fylltar með ljósi, vafða með kærleik og endurnærðar. Finnum að ylurinn og blíðan, værðin, flæðir inn í neðra bak, mjaðmir og rassvöðva. Finnum mjaðmirna mýkjast og slakna, rassvöðvana sleppa. Finnum að ylurinn, værðin, flæðir djúpt inn í grindarbotnin, djúpt inn í vöðvana sem við notum til að halda aftur af okkur með og til hægða og við finnum fyrir enn frekari slökun, kyrrð og velsæld. Við finnum að alla frumur neðra baks, mjaðma og rassvöðva eru fylltar með ljósi, vafða með kærleik og endurnærðar. Finnum að ylurinn, blíðan, flæðir niður fótleggina. Fótleggirnir fyllast af ljósi og kyrrð og við finnum hvernig að viðnámið hverfur þegar orkan flæðir áfram í gegnum hné, kálfa, sköflunga, ökkla og iljar. Finnum að fótleggirnir liggja í faðmi móðurinnar, mjúkir og slakir og að alla frumur fótleggja eru fylltar með ljósi, vafða með kærleik og endurnærðar. Finnum að ylurinn og blíðan, værðin, flæðir upp bakvöðvana. Bakvöðvarnir sleppa og slaka, mýkjast. Við höldum ekki lengur aftur af okkur. Við erum hér núna, í þessu augnabliki, vakandi vitund, velsæld og kyrrð og við njótum og þiggjum, finnum. Finnum að alla frumur bakvöðan eru fylltar með ljósi, vafða með kærleik og endurnærðar. Við finnum að ylurinn og blíðan, værðin, flæðir út í herðar og axlir. Finnum herðarnar mýkjast og slakna, axlirnar sleppa. Finnum að ylurinn, værðin, flæðir niður handleggi, framhandleggi, handarbök og fingur og við finnum fyrir yl lífsins í lófum, lífafli og kyrrð og við njótum og þiggjum, finnum. Finnum að handleggirnir liggja við hlið okkar mjúkir og slakir og að alla frumur handleggja og herða eru fylltar með ljósi, vafða með kærleik og endurnærðar. Við finnum að ylurinn og blíðan, værðin, flæðir upp hálsvöðvana, aftanverða og upp í hnakkan, hvirfil, enni, andlit. Finnum andliti mýkjast og slakna, kjálkana sleppa.
Finnum að ylurinn værðin flæði niður hálsvöðvana framan verða inn í bringuna, brjóst hólið inn í rými hjartans og lungnana og við finnum að rýmið fyrir hamingju og gleði hefur enn aukist í líf okkar. Hjartað er opið og við finnum fyrir djúpri kyrrð, slökun, velsæld, þakklæti. Við finnum að alla frumur höfuðs og hálsvöðva eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endurnærðar. Finnum að líkaminn hefur endurnæst og endurnýjast og við njótum og þiggjum, nærumst. Við höfum vaknað til vitundar að við erum sál, orka, kærleikur, óháð athygli og að allt sem við beinum athyglinni að vex og dafnar. Við veljum að verja okkar athygli einungis í farveg blessunar og þakklætis. Við erum vakandi vitund, við höfum fyrirgefið okkur og sleppt. Við veljum því viðbragð óháð í stað þess að bregðast við, háð fortíðinu og skilið. Við erum frjáls, fullorðin og heil og við berum heilan ávöxt. Við höfum ásetning, markmið og tilgang. Við erum heitbundin, orð okkar er heilagt og við höldum það. Við erum því trúverðug og leyfum framgang, velsæld, velmegun, hamingju, kærleika og ást og við löðum að okkur á þeirri tíðinni og þiggjum. Við höfum virt innsæi og við treystum því. Við erum vitni í eigin tilvist og framferði og ef okkur verða á mistök þá leiðréttum við með kærleik, virðingu og náð. Við erum fullkomin. Komin til fulls í þetta augnablik, vakandi vitund, velsæld og kyrrð og við njótum og þiggjum, finnum. Við erum leiðandi, skapandi fordæmi í eigin tilvist og höfum því áhrif á allt okkar umhverfi. Við ásetjum okkur að vera stöðugt í kærleika, virðingu, þakklæti og náð. Byrjum að anda að okkur þessari upplifun, þessari orku. Leyfum þessu orku að sameinast líkam okkur og við. Byrjum smá saman að sækja súrefni og undirbúa hreyfingu. Aðgát skal höfð í nærveru sálar og við spyrjum hvaða kraftaverk er ég í dag? Í hvað ætla ég að verja minni orku? Við vitum að allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Hvort sem það er það sem við viljum eða viljum eigi. Það er því mikilvægt að vanda sig og velja viljandi í vitund. Og við erum í 3. skrefi þessa viku. Tilgangurinn er kjölfesta hamingjunar, forsenda innblástus og ástríðu. Ástríðu sem er ljós sínar sem er umgjörð markmiða sem að gerast í augnablikinu en ekki á áfangastað. Mikilvægt fyrirbrigði. Hann eldir athyglina af því allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Hvað er það sem við viljum skapa? Hvaða hlutverki erum við að gegna? Hvert erum við að beina okkar ljósi og okkar athygli? Hver er forsenda okkar birtingar? Hvað er það sem við erum að gefa af okkur? Muniði að við erum það sem við gefum. En forsendan fyrir því að geta gefið er að geta þegið, geta streymt orkunni í gegnum okkur. Látið ljósið skína. Og forsenda ljósins er ást, súrefni. Að streyma orkunni, almættinu í gegnum okkur. Og í hverjum andardrætti getum við göfgað okkar tilvist, þar að segja, hleypt að okkur orku og gefið af okkur orku, streymt í gegnum.
En umfram allt að vera brosandi, njóta og ljóma. Hjartans þakkir í dag